Natasja, hvernig líður? Ég líður bara mjög vel, ég ótrúlega þreytt en bara mér líður svo vel ef við komumst á EM. Hvernig var að spila þennan leik? Bara geggjað. Við vissum það mun vera erfitt leik og við mun spila á móti bara world class leikmenn. Já, mér fannst við gerum bara mjög vel, verið geggjuð og náðu að skora 3 mörk sem bara stórkostlegt. Skorum 3 mörk en líka að halda hreinu mjög gott. Já, það mjög gott eins og þú varst að sjá Glódís var að bjarga eitt svakalega björgun þarna en já, mér fannst eins og við vorum bara grimm sem við vildum að gera og já. Hvernig að tryggja sæti sitt á EM? Ég get ekki útskýra tilfinning, það ótrúlega geggjað, ég veit ekki hvað ég á að segja, það bara geggjað. Hvernig, þú segir, þú treykt komir á óvart og myndi byrja? Smá, ef ég alveg reynskilin en Steini var búinn að tala við mig og láta mig vita hvað planið var og þetta var bara æði og ég fekk traustið til að gera það og já, ég var bara mjög ánægð að byrja þessu leik. Það þetta rúmlega 2 ár síðan spilaði síðast, þannig að gott að vera komin aftur væntanlega. Já, rosalega gott að koma aftur og spila og byrja leik. Það ekki gefins að gera það og ég bara ánægð ég náði að gera það. Hvernig bara verið hluti af þessu liði sem að fara á EM? Þetta stórkostlegt lið, við erum með ótrúlega góða leikmenn. Eins og þú varst að sjá og mér fannst í dag við vorum að sýna okkur bara réttan hlið líka við getum alveg spila og bara compete með eina besta lið í heiminum. Hliðina Glódís og Ingibjörg frábærar. Já, það voru geggjað. Það var ótrúlega þægilegt að spila vinstri bakvörð við þessi 2 fyrir afstanding. Hefur oft spilað vinstri bakvörð? Nei, en ég mjög vanur hvernig þú spila svona 3-back að spila vinstri megin, svo það var ekki svona svakalega mikið breyting. Hvernig var bara, þú veist, að fá þjóðverðina á móti sér? Varstu með þetta alltaf á hreinu? Já, mér fannst það og einu af mínu styrkleika að fara 1 móti 1 að verjast og ég reyndi bara ef ég galt í þeim út og verja þeim svona og já, ég held að það gekk bara vel. Hvernig að vera komin aftur til Íslands? Það var bara æði. Það var búin að vera svona upp og niður þarna úti en samt mjög skemmtilegt og ég var að læra ótrúlega mikið þarna úti hjá Brann og ég komin með mjög marga vinkonur og vinnur for life svo það var erfitt að fara en samt ótrúlega góð tilfinning að koma heim og vera með vinnur og vinkonur mínar og mest fremst fjölskyldunum mínu. Hvernig var bara svo ég fyrir aftur í leikinn, hvernig var að spila fyrir fram af allar þessar stuðningsmenn? Þetta var æði. Við vorum pínu hrædd að var ekki að vera svona margar á leiknum en þetta var bara stórkostlegt turnout og að heyra allt þessi lítið stelpur og óska fyrir okkur sem var í símamóti, þetta bara gaf okkur svo mikið, þetta var bara æði. Hún búið fagningin að klefa, hvernig á fagning kvöld? Ég held við mun fagna, já, pottet, en ég held að mun vera mjög gaman. Takk fyrir þetta, Natasja, til hamingju. Fyrir.